Þannig að þetta sætt? Þetta geggjað. Þetta var líka síðasti leikurinn okkar fyrir jóli fyrra voru Haukar svo vorum að tapa heldur með 6 eða eitthvað í 10 mínútur eftir og unnum hann. Svona sætt það, svo geðveikt að fara inn í jólafrí með svona sigur og hvað þá komast áfram í bikar og þó þetta var alls ekki fallegu leikur okkar hálfu og bara geðveikt að komast áfram. Þetta var mjög torsótt þetta gekk lengi vel bara illa í fyrri hálfleik. Já, bara í vörnum okkar var bara við hefum alveg sleppt í að geta spila vörn þetta á tímabili sko. Þannig að hún var bara hræðileg vörnin. Við náðum aðeins að bjarga andlitinu okkar í seinni hálfleik í 5 mínútur vörninni, þeir réðu lítið við hana. Bernhard var náttúrulega bara stórkostlegur í dag og við réðum lítið sem ekkert við hann og já, bara hrikalega sætt að klára þetta. En það virtist verið á tímabili þeir jöfnuðu hérna margoft í seinni hálfleik, ég hef nú ekki tölu á því hvað þeir jöfnuðu oft í seinni hálfleik. Það virtist verið sem að þið bara vilduð ekki komast yfir. Það var svolítið hannig og hérna það var svona ákveðnum tímabili í seinni hálfleik var svona efast að þetta myndi takast að komast yfir sko, en ég er samt hrikalega ánægður með bara liðið okkar, hversu mikið við stígum upp í þessu leik og bara þetta er hrikalega kærkomin pása líka fyrir okkur, við erum búin að vera að díla við hrikalega mikið af meiðslum og menn hérna, eins og margir aðrir og annar eru uppinni og komast áfram bara geggjað sko. Já, þetta skiptir miklu máli fyrir bæði liðið og fyrir félagið? Já, bara algjörlega, ég meina það vilja allir fara í Final Four og Stjarnan þekki það, búið að vera, ég veit ekki 4-5 sinnum á síðustu árum í Final Four, en við ætlum okkur bara lengri ár. Engin spurning um það? Það er bara engin spurning. En þið verðið allavega sáttir í jólafrínu? Já, við verðum sáttir í jólafrínu.